Minjasafnið á Akureyri varðveitir gríðarlegt magn mynda, meðal annars einstakar myndir af jólaskreytingum á Akureyri, stórfenglegum jólaútstillingum í verslunum, laufabrauðsgerð, komu jólasveinana og auðvitað jólatrésskemmtunum. Hörður Gestsson hjá Minjasafninu á Akureyri fer með okkur áratugi aftur í tímann í landsbyggðum. Hörður, ykkar safn á Minjasafninu, það gríðarlega stórt. Það eru væntanlega margar jólamyndir og aðvendumyndir af því þá var mikið myndað tilefni til. Já, það reyndar ekki fyrir svona upp á 1950 stríðsárunum sem að menn fara að mynda í jólamánuðinum. Fram að þeim tíma var svo mikið myrkur að menn áttu bara ekki nóg ljósnæmar myndavélar og filmur til þess að gera það. En það kemur mikið magn svona eftir stríð. Við ætlum að fletta myndaalbúminu, nokkrar myndir. Fyrsta myndin sem við sjáum þarna, þarna glittir væntanlega í Amar og stjörnuna frægu. Já, hún þarna lengst í burtu í götunni en það sem gaman við þessa mynd að sjá vegsbrúsana. Þetta eru brúsar sem var þvottaefni vegs í, sem var frá Sjöfn, sem sú verksmiðja var ofar í gilinu, þar sem nú myndlistskólinn. Og við horfum þarna út í götunni og það gaman að sjá þessa stjörnu þarna milli Sigagum eða Parísar og vöruhús Ke, og upp á þessum svölum þannig til vinstri komu jólasveinar bæjarins fram og kaupfélagsins og sungu og trölluðu en við erum ekki að sýna þá mynd í dag. Þetta svona froststillu mynd svona 1962 cirka. En sem sagt, vegsbrúsarnir, þeir voru góðir og mikið notaðir í jólaskreytingar. Já, þetta furðulegt fyrirbrigði. Þeir pössuðu ágætlega utan fatningar með ljósaperu, en þetta var náttúrulega alveg vonlaust dæmi út frá svona rafmagnsfræðilega og öryggis. Þetta var náttúrulega bara plast sem var auðbrennanlegt og allt í lagi með að það var kalt og svona úti, en þetta var nú ekki fyrir inn í notkun. Og næsta mynd sem við sjáum þarna Jóð og hvað sjallinn ekki? Jú, þetta svona 1962 eitthvað svoleiðis. Nei, þetta eiginlega seinna, sjallinn byggður og þarna sem sagt komin kjörval á neðri hæðina sem kjörbúð sem átti að vera svona þar sem sjálfstæðismenn voru að reyna að búa til mótvægi gegn kaupfélagsveldinu sem vildi ekki selja vörur eða hvaða vörur sem var. En hún entist ekki lengi sú búð og þannig sem sagt skrautið, þetta ofsalega merkilegt skraut þarna yfir miðjum gatnamótunum á Grænafellsgötu og Glerárgötu. Við horfum sem sagt suður Glerárgötu. Og vinstra megin í myndinni hús J.M.J. þar sem J.M.J. byrjaði og þessi hús sem sagt vinstra megin eru öll farin í dag. Það voru rifin þegar gatan henni var breytt úr 2 akreinum í 4 eins og hún í dag og þjóðvegur 1 færður þarna í gegn. En J.M.J. Mér finnst nú einmitt logoið hafa enst býsna vel, en við sjáum þarna på efri hæðinni. Þar var, ef ég man rétt, ég var nú svo lítill þegar þetta var rifið þetta hús, að þá var þarna ábygglega uppi saumastofan þarna uppi, þar sem fötin buxurnar voru stittar og annars kann nú Raggi J.M.J. þessu sögu miklu betur en þetta hús kemur vel út á þessari mynd og gaman að synir Hallgríms Einarssonar skyldu taka þessa mynd, ég veit ekki hvor þeirra það var. En þessi skreyting, þetta er bara mannverki? Þetta bara mannverki og það hefur þurft einhverja ógulega stálvíra sem sést nú þarna aðeins í þessi 4 hús þarna, sitt hvoru megin við götuna, til þess að halda þessu uppi. Og ég get ekki ímyndað með hvernig þetta hefur farið til þessi miklu roki, það hefur komið mikil sunnanátt eins og getur nú stundu gerst að þarna hefur þetta allt svingað til og vingsast til í rokinu. Skulum fá næstu mynd. Þarna erum við komin yfir í svolítið merkilega skreytingu. Já, þessi mynd ekki eins falleg en hún merkileg. Þetta eina ljósmyndi sem við vitum til af þessari bjöllu sem var við, hún hékk á milli Dagshússins, eða það sem núna Flóra, og Hótel Kea. Og í þessari bjöllu var hátalari sem tengdur var við segulbandstæki sem hafði lúppu og gekk semst á 15 eða 20 mínútna langri segulbandsræmu og á hlutaræmuna var bjöllurhringing, þannig að það kom þögn á milli og svo gekk þetta bara allan sólarhringinn, allan desibelmánuð
En það nú annað sem skemmtilegt að sjá þarna í þessari mynd það að það svo mikið ljós frá bjöllunni. Að Hótel Kea allt uppljómað, þannig að þeir sem hafa gist herbyggin þannig að þeir hafa verið í dagsbirtu þarna innan við þessa gardínur þarna. Og fengi tónlistin inn til sín? Já, ég held að það hafi nú ekki verið mjög skemmtilegt, en bjöllurnar náttúrulega í Akureyrarkirkju hinum megin, þannig að þetta komið sitt hvorum megin frá. Af því við vorum að tala Amaró stjörnuna áðan, eru einhverja svona hugmyndir, hefur heyrt það að finna þetta eða búa til svipaða skreytingu? Hún nú eiginlega alveg örugglega ekki til, þessi bjalla lengur, en það eru hugmyndir uppi núna það að reyna að endurbyggja hana og vonandi eftir þessari ljósmynd og kominu upp. Já, þú hefur heyrt af því? Já, það í vinslu. Heldur að þessi bjalla, hún hafi verið þarna í mörg ár? Nei, ég held hún hafi ekki verið þarna mjög lengi. Ég man ekki eftir henni, afi mér var nú að vinna þarna í dagshúsinu, ég man ekki eftir henni, ég kom þar mjög oft og ég man ekki eftir henni ég man eftir mér svona kannski eftir 66-7, eitthvað svoleiðis. Þá hún sennilega horfin. Við skulum fletta áfram myndaalbúminu sem þú komst með til okkar. Þarna nú eitthvað merkilegt, þetta Amaró búðin og þetta jólaútstillingin. Já, jólagluggar Akureyrar, eða verslana á Akureyri voru í samkeppni það að vinna verðlaun. Og þetta ljósmynd úr Amaró-glugganum. Það sem skemmtilegt að sjá í þessu tvennt, það að segja í bakgrunni þarna lengst inn í búðinu og hægra megin eru það sem kallað var verkstæði jólasveinana. Þetta voru rammar miklir með verki framan á og það hreyfðist alltaf eitthvað í þessu. Það voru mótorar litlir innan í þessu sem hreyfðu hendi eða hamar eða eitthvað þannig að jólasveinar verið að vinna þarna eða nikka höfði eða eitthvað slíkt. Og hins vegar síðan þetta borð sem hérna bara beint fyrir ofan Amaró-búðina sem snýst í hring og ljósmyndarinn hefur tekið myndina á löngum tíma, kannski hálfri til 1 mínútu og þá hverfur það sem á borðinu vegna þessar löngu tökutíma. En ástæðan fyrir þessum hringborðum var svo að menn vildu fá vörurnar, smávörur sérstaklega, gjafavörur og slíkt, sem næst glugganum, þannig að menn sæju þetta almennilega og þá snýrist borðið hægt og sýndi þér almennilega það sem var í boði alveg fyrir gluggan. Þarna var sem sagt allt nýjasta nýtt. Já, þarna var náttúrulega verið að sýna bæði það sem var hægt að flytja inn, því það voru náttúrulega miklar, eftir stríði voru miklar hömlur á því hvað innflytjendahömlur og hins vegar að við sjáum það ekki vel á þessari mynd, við sjáum það á annarri mynd, að sjáum við heimatilbúin leikföng. Það var verkstæði hér á Akureyri sem bjóð til leikfangabíla og báta og flugvélar og slíkt. Þannig er myndin komin upp eða? Já, þannig og þessa barnavagn, þetta örugglega allt sem búið til barnakerra, búið til hér á Akureyri sem innlendur iðnaður á þeim tíma því menn voru bara að bjarga sig, það voru ekki til gjafavara. En þessi mynd þarna með alla hennan barnaskara sýnir kannski svona, spennuna í því að fá að sjá þegar að tjöldin eru dregið frá. Já, þarna voru sennilega verið settur annað tjöld eða pappír á gluggan eða eitthvað og svo tekið frá. Hann nýbúið að gera það þegar ljósmyndarinn kemur og tekur mynd þarna. Og þetta borð sem næst þarna, það snýst, það hreyfing á því, þannig að þessi litlu hlutir koma upp að glugganum og þannig að þetta mikil upplifun að sjá þessa hreyfingu þarna. Og hins vegar að það nú greinilega blautt og kalt þarna úti, allir hundblautir þarna, en á rúðunni sést líka þetta hvítiflötur þarna, þetta það sem flassið endurkastast af móðu eða klaka sem á rúðunni. Þannig að þetta var nú bara einfalt gler, mjög þykkt gler sem var í þessum stóru rúðum og það náttúrulega hélaði þarna þegar það var mikið frost úti og þá sá mann ekkert inn. Man reyndi að skafa bara eins og rúður á bílum en það var nú ekki sérstaklega gott. Annað sem líka skemmtilegt að sjá þarna, það að undir því sem á snúningsborðinu, þar annars vegar bómull og hins vegar svona sandur einhvers konar. Bómull átti að vera snjórinn eða hvað? Já, og það var nú alltaf verið að nota bómull á jólatréð þessum tímum, svona englahár eða hvað nú að kalla, svo mjög eldfimt. En þarna sjáum við alls konar leikföng sem eru búin til hér í bæ. En þessi mynd, hún þá bara væntanlega tekin fljótlega eftir
að þetta var allt saman opinbert. Já, þannig alveg greinilega nýbúið að draga frá glugganum og það sést líka á annarri mynd þarna að sko rafmagnið sem liggur þarna í, það allt í henglum þarna. Það einhverjar tjörusnúrur þarna til vinstra horninu niðri sem að liggja í þetta og svo hins vegar sett svona kaðalsnúra þarna til að verja það að kannski börn sem voru inn í búðinni færu upp á þetta snúningsborð og það hafi þurft að halda þeim frá þessum æxlafylstu en það hefur getað skrifið undir þetta ef þau viljað. En þetta hefur verið heljarinnar vinna og undirbúningu sem var í þessum glugga útstillingum. Já, og það var lagt mikil metnaður í að gera þetta flott af því að það voru veitt velur eða það voru viðurkenningar. Og þetta var fjallað þetta í blöðunum hér, lokalblöðunum og svo voru nú einhverjar, ég veit ekki hversu merkileg velunni sjálf voru í sjálfu sér, nema þá bara orðsporið, sko. En í raun og veru þessar útstillingar, þetta samt auglýsing, hvað hægt að kaupa fyrir jólin. Þetta bara svona eins og bara samfélagsmiðlarnir í dag, auglýsingar í sjónvarpi og annað því. Þetta voru bara auglýsingar þess tíma því að það voru náttúrulega svo erfitt að vera að setja myndir mikið í blöð á þennan tíma og engin dagskrá og svo framvegis, þannig að þetta var bara eitt af aðal kynningarmálunum hér í skortinum sem var á eftir stríðsárunum. Og margra vikna og jafnvel mánaða vinna sem að lá þarna. Það alveg ljóst, sko, eins og bara smíðin og svona borði sem snýst, sko. Þetta hefur tekið smíði og rafvirkja kaupfélagsins margar vikur að gera þetta. Þarna ertu nú komin yfir í laufabrauðsgerðin og þessi mynd, hún eldri. Þessi stórmerkileg, já, þessa mynd varðveitum við á Minjasafninu á Akureyri. Hún tekin af Bárði Sigurðssyni í Mývatnssveit 1907 í Haganesi. Þetta líklegast elsta ljósmynd sem til á laufabrauði á Íslandi og hann tók hana með flassi í þrívídd, í stereo. Hann var semst með tvöfalda myndavél sem tók þrívídda mynd og konan, hún lyftir laufabrauðina eins og mót til ljósmyndarinn þannig að við sjáum betur hvað mikið skreytt laufabrauðið. Annað sem merkilegt við þessa mynd, það svo furðulega hátt borðið. Þetta sé upp á miðri bringu á fólkinu. Og það kom upp svo kenningar við sýndum þessa mynd í Þjóðminjasafni fyrir nokkrum árum síðan að þetta væri sennilega þarna væri fólk að borða við jólaborð en ekki að éta á sínum rúmstokkum. Og það hafa ekki margar myndir frá svona gamlar varðveist af fólki til sveita að borða við borð. En þarna rjómi í skálum og sykurker og ógulega fínt og svo eitthvað útlent jólaskraut á veggjunum. Já, maður sér það einmitt þarna að það útlendi jólaskraut á veggnum, Christmas stendur þarna. Já, já. Og það sem líka merkilegt við þetta flass sem að Bárður að nota að þetta var flass sem hann fékk frá Chicago, frá frændu sínum þar sem byggu það til. Og ættaður Mývatnssveit og það er eins og taska sem opnast með asfaltdúk og skotið með púðurflassi þarna inn í og sem betur fyrir kveiknaði nú ekki í húsinu þegar hann tók þessa mynd en hún ákaflega merkileg og góð. En þú heldur sem sagt að þetta sé sem sagt elsta ljósmynd af fólki að borða? Nei, að borða með laufabrauð. Að borða laufabrauð, já. Næsta mynd sýnir líka aftur á móti hér kom til Akureyrar svona 1900 milli 50 og 60. Þannig laufabrauð? Þannig laufabrauð. Þannig verið að skera laufabrauð með gamla mátunum. Þannig ekki verið að nota laufabrauðsjárn og María Franklin þarna lengst í burtu og þarna raða menn sér bara á borðin eins og gert í dag, en það dag í dag og á næstu mynd sjáum við einmitt þar sem hún búin að steikja laufabrauð með rafmagnseldavél frá Rafa eldavél. Og potturinn þarna fremst og það nú ekki eins góð loftrasting þarna frá þessum fytupotti eins og í dag en það hefur verið mikið brækja þarna oft þegar menn hafa verið að steikja þetta upp úr tólgarfiti. En vita hver tók þessa mynd? Þetta tók Gísli Ólafsson. Já. Og áfram höldum við og þarna erum við komin bara út á flugvöll og jólasveinarnir þeir sem sagt koma fljúgandi. Já, þetta var svona upp á 1950 þá stóð Flugfélag Íslands fyrir mikli svona góðgerðar og jóla og auglýsingaherferð bara
og þeir byrjuðu á því að auglýsa komu sína, hvernig þeim kæmu og svona, þannig það var eftirvænting og spenningur yfir því hvernig þeim kæmu. Á næstu mynd sjáum við einmitt sko þar sem að hann að sinna þarna einhverjum litlum viðskiptavini og síðan á síðustu myndin í þessari sirpu sjáum við hann náttúrulega móti konu upp á sjúkrahús. Þessi mynd fór mjög víða og þetta náttúrulega svona góðgerðar hugmyndin að flugfélagið skaffi þér jólasveininn, hann komin þarna var nútíminn að koma með jólasveininn komin nútíma faratæki og þetta var virkilega skemmtileg sirpa hjá Gísla. Þessi mynd, hún þá tekin upp á fjórðungssjúkrahúsinu og Akureyri sem að þá hét. Já, á barnadeildinni. Þetta einmitt ungur, það eru fleiri myndir þarna teknar á barnadeildinni. Þessi svo ofsalega fín og einhvern veginn, það gengur allt upp í þessari ljósmynd. Það svolítið svona gaman að rýna í þessa myndi einmitt því þarna sem sagt ungur strákur sem að á sjúkrahúsinu einhverja hluta vegna en svo þetta svona eins og kaffibolli eða kakóbolli við hliðina og dagblað, dagur eða eitthvað svoleiðis sko. Eitthvað lokalblað þarna við hliðina á honum og náttúrulega þessi stöng þarna yfir sem að var nú á þessum tíma á öllum sjúkrarúmum. Þannig þetta mjög skemmtileg svona periodu og þannig nú ekki konu íslensku jólasveina þó kannski nöfnin á þeim hafi verið en þetta nú voðalega líkt eitthvað Coca-Cola útgáfu einhverju. Þetta svona uppstillt mynd svolítið. Já, já. En alla þessa myndir sem þú ert að sýna, þær eru svarthvítar. Já. Liturinn kemur svo seint að það er ekkert, það er svo erfitt að mynda með lit sko fyrir bara 1980 á þessum tíma. Og við skulum fá næstu mynd þarna nú fjölmenni við einhverja ný byggingu á Akureyri væntanlega. Þetta upp við Kaupang og það gæti bara nýlega rifjaðast það upp fyrir fólki að þarna hefði verið jólasveina samkoma og það er nú svolítið sérstakt að sjá þennan vörubíl þarna í mannþönginni en þetta er svona eða kringum 1970 og þarna menn að fagna því að þessi nýja verslunarmiðstöð á Kaupangi er tekin til starfa og ef við skiptum yfir á næstu mynd þá sjáum við næri mynd af jólasveinunum og upp í gluggunum fyrir aftan er fullt af fólki. Þessi núna eru tannlæknastofa Bessa og fleira þarna fyrir aftan upp á efri hæðinni. Þannig að þetta var mikil spenningur í kringum þessa jólasveinu og æslin á þessum vörubílspalli þarna. Já, þetta bara hefur verið bara spenningur þarna. Já, og það er svo gaman að sjá sko hvað mikið af fólki, þetta er náttúrulega mikið að greinilega pöbbum með minni börnin upp á öxlum og tískan náttúrulega ógulega skemmtileg, svona sambland af gefjunar fatnaði, hlíðarfatnaði og öllu mögulegu þarna frá þessu tímabili og því miður er þessi mynd ekki lit en þessi mynd kemur frá Íslendingi ef ég man rétt og Íslendingur var nú með aðstöðu þarna í húsinu, skrifstofu sínar. En þarna er komin jólaskreyting sem hefur hugsanlega þótt ansi flott á þeim tíma. Þetta er svona lítil jólatré. Já, þetta er voðalega lítið og ómerkilegt með þessum menn gera kröfu til í dag og hinum myndunum sem við sjáum neðan á miðbæ þá var þetta náttúrulega mjög lítið jólaskraut í samanburði við það. Við skulum fara yfir á næstu mynd. Þarna er nú komin litur eða hvað? Já, þetta er búið að setja, þetta er nú eftir á sett en þessi mynd er skemmtilega, þetta er Tómas Ingi Olrich fremst í myndinni, ungur maður að teygja sig upp og margir þekktir Akureyringar þarna aðrir. Þetta er á jólatrésskemmtun, þetta er líklegast káaskemmtun þar sem að fólk tróðst eins og inn, ef sér þarna jólatré fyrir aftan jólasvein þarna, tróðst inn í lítinn sal og svo var gengið í hringi þarna, þetta er nú sem betur fyrir skemmtanir sem eru hætt núna en þarna eru krakkarnir væntanlega svona og Tómas Ingi þarna fyrrverandi menntamálaráðherra og alþingismaður þau eru að fylgjast með líklega einhver af sviði eða eitthvað. Já, það er sena þarna sem að snýr í áttina þessum andlitin snúa í áttina og það er sennilega verið að syngja þarna upp á senu einhverjir aðri jólasveinar heldur en þessi eini þarna. Og við skulum taka næstu mynd líka. Þarna erum við komin í, þetta er nú ekki alveg viss, ég er ekki alveg viss það hvaða hús þetta er, en það sem er merkilegt við þessa mynd er að Dúi Eðvaldsson stendur þarna
eiginlega inn í jólatrénu, þarna vinstra megin í myndinni. Og ástæðan fyrir því að þarna mikill krakkaskari að ganga hringinn í kringum og allir á hreyfingu, að við skilst að hann hafi haft að hlutverk að koma í veg fyrir það að menn gengju jólatréð niður, eða það væri bara sjálfsagt æsla fullir ungir menn verið til í að sprella og það þurfti að verja jólatréð á þetta stóra jólatréð á miðju gólfinu og þess vegna dúið þarna standandi hálfpartinn svona inn í trénu, syngjandi samt sko. Og þarna sjáum við, matrósarfötin, þau eru þarna, það er nokkri sem í matrósarfötum. Já, og það er náttúrulega líka eins og með myndina áðan með Tómas Inga og þeim að sko krakkarnir voru alls svo prúðbúin, strákarnir voru allir í jakkafötum eins og pabbi og með bindi, þannig að þeir voru svona litlar útgáfur af pappa sínum en stúlkurnar voru náttúrulega kannski fjölbreyttari, þær voru náttúrulega bara í fínum kjólum og yfirleitt alltaf eitthvað sett í hárið á þeim, mann slauður eða tíkispennar eitthvað slíkt en þannig að það voru allir í fínu fötunum, það kom enginn í gallabuxum á þessum tíma. Þetta voru mikla samkomur. Já, og búið að hlakka mikið til og til dæmis þegar það eru haldnar í Sjallanum þegar ég að vinna þar, því miður á enga mynd, tók ég aldrei myndir þar, að þá var þetta ógurlegur skari, það var alveg smekkfullt húsið af krökkum að koma og það var líka vegna þess held ég bara að það var svo lítið að vera yfir jólin. Sjónvarpið var alveg drepleiðilegt og lítið að vera að lesa bækur. Þannig að fyrir börn var náttúrulega svo ofsalega lítið að vera varðandi skemmtanir og þess að annan í jólum eða eitthvað svoleiðis eða þriðja jólum eða það passaði. Þá voru þessar skemmtanir haldnar og virkilega mikil þörf á því og gaman að. Og þá var líka spennandi að sjá ég til dæmis jólaskreitingar á aðvendunni í búðagluggum og svo framvegis. Já, alveg. En þegar þú ert að fletta þessum myndum að fara í gegnum þetta, það var eins og við sögum í upphafi, það var þó nokkuð mikið myndað alltaf á aðvendunni. Já, þegar það er tæknilega hægt, þegar menn fara að fá flöss og kringu stríðið. En þessar útímyndatökur eru erfiðar áfram vegna þess bara hvað filmurnar eru hægar. Og menn það voru ekki nema bara atvinnumenn sem gátu tekið þessar myndir eins og myndin af Sjallanum á þrífæti úti. En svo þegar slides kemur, þá eru slides litfilmurnar upp úr stríðinu, þá eru þær svo ofsalega hægar og litirnir fóru bara í tóma vitleysu. Þannig að svarthvítt var áfram miklu betra til þess að taka eins og það fárlegt það þá var það miklu betra til að taka ljósmyndir í myrkri eða semst úti í svarta myrkri. Og það virðist ekki vera að menn hafi myndað í björtu eins og sást nema þessa jólasveina þannig upp við Kauphang sem mjög óvenjulegt því að þeir eru teknir í dagsbirtu, ekki í svarta myrkri eins og yfirleitt var niður við Kea-húsið. Þar sem að komi myrkur þegar það var komið loksins út og sungu. Dreymir þig ennþá að finna fleiri fágætar myndir eða heldur að það gerist í safninu hjá okkur? Alveg tvímælalaust. Það er ennþá að koma myndir frá, bara í fyrra kom mynd frá 1869 sem að enginn hafði séð áður, tekin af Tryggva Gunnarssoni hérna út til Höfða í Grenivík. Þannig að það eru ennþá að koma stór söfn inn og það er eftir að koma einn stór söfn bæði sérstaklega kannski tengt atvinnuljósmyndara sem eina sem eftir hérna í bænum eða sem eina þessu gamla og það er náttúrulega stór verkefni ennþá að reyna að gera þetta stafrænt og aðgengilegt á þann hátt bæði varðandi skráningu í sarpur.is og svo bara digitaliseringu á þessu gamla efni. En þú kemst vantarlega svolítið í jólaskap með því að kíkka á þessar myndir núna á þessum ástíma? Hvort ég geri og bara ég var nú í laufabrauði með systur minni núna í gær og þá finnst manni gaman að sjá hvað, og mér finnst alltaf jólastemmingin koma með laufabrauðskeiðinni og það sjá þau vera að skera þarna út með hnífum. Ég hef til dæmis aldrei verið að vinna við laufabrauð nema með laufabrauðsjárnum. Þannig að það er svolítið gaman að sjá þessa breytingu
og jú, ég kemst alltaf í stemningu gagnvart þessu jóladæmi, það er alveg virkilega gaman að sjá þetta og hefði verið gaman að sjá meira þessu í lit, það er stábyggilegt. Tökum það næst. Hörður Gestsson á Minjasafninu á Akureyri. Þakka þér fyrir að koma með þessar frábæru myndir. Takk svo leiðis. N4 er þar sem þú vilt þegar þú vilt. Á heimasíðunni, á Facebook, á YouTube, í tímaflakkinu, á N4 safninu hjá Símanum.